Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Ungfrú Ragnheiður skaðaminnkandi starf á vegum Rauða krossins á Akureyri og þróað út frá svipuðu starfi á höfuðborgarsvæðinu. Markmiðið að veita grunnheilbrigðisþjónustu fyrir einstaklinga sem nota vímuefni í æð, til dæmis með því að útvega hreinan búnað og sáraðumbúðir. Ungfrú Ragnheiður hugsað sem svona heilbrigðisþjónusta fyrir einstaklinga sem eru að nota vímuefni í æð. Við reynum náttúrulega bara mætæm þar sem þau eru stödd. Það að segja við erum ekkert að pressa á þau að fara í einhver ákveðna átt, heldur bara geta þau komið til okkar og fengið hreina nálar og hreina búnað til að sprauta sig. Og þetta tiltölulega nýlega að fara á stað hérna á Akureyri? Já, við byrjum í rauninni bara 4. janúar, fórum fyrstu vaktina þá og erum búin að fara 5 vaktir síðan. Og hvernig, þið talið eitthvað ákveðar margar vaktir, hvernig fer þetta starf fram og hvernig þetta skipulagt? Við erum 2 í viku, við erum mánudag og 5. frá 8 til 10 og erum í rauninni bara, við erum ekki að kenna einn ákveðin hring eins og fyrir sunnan heldur, svo erum við bara símtölum eða skilabóðum og hittum einstaklingana þar sem að þeir vilja hitta okkur. Þannig að það getur verið hvað sem hérna á Akureyri. Þetta einmitt byggt á verkefni sem hefur verið í gangi í Reykjavík í þó nokkurn tíma. Já, það svona fyrirmyndin Frú Ragnheiður fyrir sunnan og þetta starf hér þróað svolítið út frá því, en það eru öðruvísi áskoranir þar sem þetta minna bæjarfélag. Þannig að við notum það svolítið til að meta í hvað átt þetta starf er. Hvernig komið þið að þessu starfi eða hvernig kviknaði ykkar áhuga að vinna í þessu verkefni? Þetta byrjaði bara í náminu og lokaverkefni okkar í hjúkrunarfræði var rannsóknaráætlun þar sem vorum að skoða hvort það væri þörf á skaðaminnkandi starfi á Akureyri. Þannig að þetta er bara að forvitni kannski og áhuga. Þess að sá við líka einnig að það er ekki búið að meta þörfina hérna á Akureyri eða tala mikið um þetta hérna á Akureyri, þannig að svona forvitnin vaknaði líka út frá því. Þegar rætt notkun vímuefna segja þær ekki nóg að ræða meðferðarúrræði og fjölda einstaklinga í meðferðum því sumir hvorki vilja né ætla að fara í meðferð. Það er því erfitt að nálgast tölur varðandi fjölda fólks í neyslu og átta sig á umfangi vandans. En þörf fyrir starf sem þetta á Akureyri? Já, allavega fannst þeim sem við töluðum við í samband við rannsóknaráætlun okkar að það væri þörf til staðar og það væri einstaklingarna sem væru ekki nógu vel staddir. Og okkur finnst líka bara eftir að verkefni og okkur byrja að fólk byrja að nýta sér þetta strax. Þannig að okkur finnst allavega að vera sýnileg þörf. Og hvaða aðstoð eru þið þá að bjóða? Við erum fyrst og fremst með hreinan búnað, allt sem þarf til þess að sprauta sig. Og svo erum við með umbúðir og alls konar til að búa sár. Við erum með fræðslu fyrir þess einstaklinga hvernig best að í rauninni gera þetta á sem örugastan hátt. Í framtíðinni langar okkur að geta búið upp á lifrarbólgu tékk, þannig að þau komi ef við erum komið með það. Að þau geta komið í blóðprufu og aðtöku hvort þau séu með smitsjúkdóm. Og gott að nýta tækifæri mitt núna meðan að lifrarbólgu átakið í gangi. Þessast einstaklingar sem eru smitaðir lifrarbólgu þeir fá fría meðferð. Og hún er mjög kostnaðarsöm, þannig að frábært að nýta tækifæri núna og ná sem flestum. Hvert er markmið með þessu starfi? Fyrst og fremst bara að koma í veg fyrir smitsjúkdóma og að einstaklingar séu að fá sýkingar eftir að hafa verið að nota óhreinar nálar og já. Þannig að almennt bara bæta þeirra heilsu og auðvelda aðgengi að hreinum búnaði, þannig að þau nýti sér það frekar. Nú allavega í Reykjavík, þá Frú Ragnheiður, það starfart eða ekki bara í gömlum sjúkrabíl. Hvernig eru aðstæðunar ykkar eða vinnuaðstæðunar hérna? Jú, þau eru fyrir sunnan með sjúkrabíl sem merktur Rauða krossinum. En við erum það heppin hér að vera bara með algjörlega ómerktan bíl, þannig að hann fellur alveg inn í bílahópin hér. Þannig að það er enginn að fara að fylgjast neitt með okkur. Þannig að það auðvelda kannski einstaklingunum að koma til okkar, að þetta er ekki neitt áberandi. Við leggjum bara mikla áherslu á að þetta er 100% trúnaður í verkefninu. Þannig að leggjum bara mikla áherslu á það, mannúð og nafnleynd. Við erum með Facebook-síðu sem heitir bara Ungfrú Ragnheiður og það er að senda okkur skilaboð þar og svo erum við símanúmer 811 50 og það er gjaldfrjálst númer. Þannig að það er í rauninni hægt að hringja hvenær sem og við hringjum það tilbaka þegar við mætum á vaktina. Þannig að ef fólk hringir utan þjónustutímans okkar þá getum við hringt tilbaka þegar við mætum og fundið bara stað þar sem við vilja hittast.
Þær segja viðtökurnar við verkefninu góðar þótt margir verði hugsi þegar rætt að aðstoða fólk við neyslu í stað þess að reyna að koma í veg fyrir neysluna. Fólk átti sig þó fljótt á því að verkefni miðar að því að auka öryggi allra, meðal annars með því að útvega nálabox sem örugg leið til að losa sig við notaðar nálar. Þetta náttúrulega búið að vera svo mikið umræður undanfarið þannig að fólk veit miklu betur hvað þetta snýst. Þegar við vorum að gera verkefni okkur í fyrra þá fengum við alls konar spurningar. Fólk greinilega vissi ekki alveg út á hvað þetta gekk og hélt í rauninni að við værum að hvetja fólk eða allavega... Já, að þetta myndi auka neysluna sko, en það ekki þannig. Hvernig það fyrir ykkur persónulega að taka þátt í svona starfi? Bara mjög gaman og gefandi. Þetta rosalega gefandi starf sko og gaman geta hjálpa fólki sem og reyna að mæta það svolítið fordómalaust. Og þetta áskorun í þessu svo öðru. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.